Brothers and sisters, we welcome you most warmly to the first presidency's... Bræður og systur, við bjóðum ykkur einilega velkomin á jólasamkomu æðsta forsætisráðsins. Við erum þakklátt fyrir að koma saman með ykkur og ígrunda fæðingu, líf og hlutverk frelsara okkar, Jesú Krist. Russell M. Nelson, forseti sem er forseti í kvöld, hefur beðið mig að stjórna þessari samkomu. Við sendum ykkur öllum kæra kveðjur og biðjum ykkur þeirra blessunar að skynja hina sönnu gleði þessara helgu jóla. Við heiðrum nærveru æðsta forsætisráðsins, 12 póstlasveitarinnar og annarra aðalvaldhafa og yfirmanna sem hér eru meðal okkar. Í kvöld sér The Tabernacle Choir og Orchestra at Temple Square tónlistina undir stjórn Max Wilberg og Ryan Murphy við orgelleik Brian Mathias. Kórinn mun hefja samkomuna á því að syngja Sussex Carol. Inngangsbæn flytur síðan öldugur Alexander Dushku af hinum 70. Faðir okkar sem ert á himnum, hve við elskum þig og heiðrum þig og lofsyngjum nafn þitt eilíflega. Við erum svo þakklátt, himneski Faðir, fyrir gjöf þína, son þinn, Jesú Krist. Hvers undursamlegri fæðingu við fögnum á sérstakan hátt á þessari jólatíð. Við gerum það, minnumst við einnig og berum djúpa virðingu fyrir fullkomnu lífi hans, óviðjafnanlegum kenningum,
eilífri og óendanlegri friðþægingafórn og dýrlegri upprisu. Faðir, bless okkur til að vera ætíð sannir lærisveinar hans. Faðir á himnum, við erum þakklátt fyrir að vera hér á jólasamkomu æðsta forsætisráðsins. Við erum afar þakklátt fyrir að Russell Nelson forseti sé hér með okkur ásamt göfum ráðgjöfum sínum. Blessa og styðið þá ævinlega þeir halda áfram þessu mikla verki. Við biðjum fyrir þeim sem munu kenna og vitna, syngja og spila og hjálpa okkur að gleðjast í kvöld yfir fæðingu í sonar þíns Jesú Krists og yfir öllu sem líf hans hefur þýtt fyrir heiminn. Bless okkur öll að hjörta okkur með að vera opin fyrir andanum, að við megum finna og vita og einsetja okkur að verða betri og sýna hollustu og trú þér og syni þínum ávallt og ævinlega. Í nafni Jesú Krists. Amen. The choir will now favor us with Infant Holy, Infant Lowly. Kórinn mun nú syngja Infant Holy, Infant Lowly. Að söngloknum njótum við þeirra ánægju að hlýða á systur Tamara Rúnia sem þjónar sem fyrsti ráðgjafi í aðalforsætisráði stúlknafélagsins. Að ræðu hennar lokinni munum við hlýða á öldung S. Mark Palmer í forsætisráði hinna 70. Þegar öldungur Palmer hefur lokið máli sínu mun kórinn syngja And the Glory of the Lord. Öldungur Quentin L. Cook í 12 póstulasveitinni mun síðan tala til okkar.
Mikið erum við heppin að fá að hlýða á svona fallega tónlist. Ég vil þakka innilega kórnum, hljómsveitinni og stjórnendunum. Ég sé ykkur ekki bak við trén en ég veit að þið eru þarna. Einn af mínum uppáhaldsjólasöngum er barnið Helga Ungbjört auðmjúkt. Hjarðir sváfu, hirðar gættu, vöktu þar til dagur reis, sáu dýrð og heyrðu fréttir sannleik fagnaðar erindis. Þá í gleði laus við sorgir, sungu lof að morgni. Kristur barnið fæddist ykkur, Kristur barnið fæddist ykkur. Þegar ég var lítil stúlka kölluðu foreldrar mínir mig Tammy Lamb. Þannig að þegar ritningarnar töluðu fjárhirð og lömbin hans, fannst mér þar alltaf talað til mín. Þetta átti einkum við jólasöguna og þegar englar birtust fjárhirðum sem að gættu hjarða sinna og lamba að nóttu. Ég sá mig sjálfa á staðnum og ímyndaði mér hvernig verið hefði að nálgast barni í jötunni. Ég elska enn þessar ímyndanir ég á hverju ári hugleiði fæðingu hans. Önnur eftirlits ímynd úr sögu sem öldungur John R. Lasseter sagði. Fyrir mörgum árum heimsótti öldungur Lasseter land í Afríku sem þáttakandi í opinberri sendinefnd stjórnvalda. Einn daginn, þegar þeir voru að ferðast í eyðimörkinni í bílalest svartra glæsibifreiða, átti sér stað slys. Bíllinn sem hann var í ók úr brekkuna og hann tók eftir að bifreiða undan hafði farið út af veginum. Hann sagði, svo mynd sem blasti við okkur hefur verið með mér öll þessi ár. Aldraður hirðir í víðum kufli frá tímum frelsarans stóð nærri glæsivagninum og talaði við bílstjóran. Nálægt stóð lítil hjörð sem taldi 15 sauði. Fremsti bíllinn hafði ekið á og slasaði eitt sauðinn, útskýrði ökumaður öldungs Lasseter, og þar sem þetta var faratæki konungs átti hirðurinn nú rétt á 100-földu virði litla lambsins fullvöxnu. En samkvæmt þessum sömu lögum átti að slátra lambinu og skipta kjötinu milli fólksins. Þá sagði bílstjórinn, en taktu eftir að aldraði hirðurinn mun ekki þiggja peningana. Þeir gera það aldrei. Þegar hann var spurður ástæðu þess að það vegna þess að hann elskar hvert sauð. Þeir horfðu á þegar aldraði hirðurinn beygði sig niður, lyfti særða lambinu í fang sér og lagði það upp á brotinn kuflinn. Hann strauk lambinu stöðugt og endurtók sama orðið aftur og þegar öldungur Lasseter spurði hver merking orðsins væri var honum sagt, hann er að segja nafn þess. Allir sauðir hans bera nafn, því hann er hirðir þeirra og góðu hirðirnir þekkja hvert sauða sinna með nafni. Í Jesaja okkur lofað að hann muni taka unglömbin í faðm sér og bera þau í fangi sínu. Ef við minnumst einhvers eða skynjum eitthvað á þessum jólum, þá ætti það að vera að við séum hans. Munið eftir að þegar Kristus sagði við Pétur, gæt þú lamba minna, sauða minna. Yður í dag frelsari fæddur sem Kristur drottinn í borg Davíðs. Því barn oss fætt, sonur oss gefinn. Hann var fæddur til að lyfta hverju okkar upp persónlega. Og ef hann einhvers, þá hann vissulega ykkar. Kristus barnið fæddist ykkur. Jesaja aðvarar líka. Við fórum allir villir vegar sem sauðir. Ef til vill höfum við öll verið á stað þar sem okkur hefur liðið eins og villur áfandi lambi eða jafnvel týndum sauði. Í kvöld legg ég til að við séum öll særð lömb sem þarfnast góða hirðisins, sem mun vagga okkur í kærleiksfaðmi sínum. Því það að vera jarnesk þýðir að við höfum ýmislegt í fari okkar sem okkur finnst vera brotið og sem þarf að laga. Og ég veit ekki hvort það sé nokkuð stund í vikunni sem mér finnst ég hafa meiri þörf fyrir lausnaran en á sunnudögum þegar sakramentinu útdeilt. Ég kem með sundurkrami hjarta og íhuga orðin og táknir á þessum tíma andlegra endurnýjunar. Stundum kemur þó lægðastund ég hugsa liðna viku og mér verður ljóst að þetta eru sömu syndirnar, sami veikleikinn og ég var að hugsa síðasta sunnudag og ég sannarlega sár iðrandi og niðurbrotin. Kannist þið við slíka stund?
Í dag býð ég ykkur að prófa nokkuð nýtt. Ef þið eru niðurbrotin á þessari helgustu stund allra vikunar, ímyndið ykkur þá að hann ávarpi ykkur með nafni og farið til hans. Sjáið frelsaran í huga ykkar með sína björtu ásýnd og opinn faðminn til móts við ykkur, segjandi, ég vissi að þér myndi líða svona. Þess vegna kom ég til jarðar og þjáðist eins og ég gerði. Hjálp hans, náð hans, stendur ykkur til boða núna. Ekki við lok ferðarinnar, þegar ykkur finnst allt verið í fullkomnu lagi hjá ykkur. Því hverjum líður þannig? Engum sem ég þekki. Munið að við förum í kirkju, til sakramentis kvöldmáltíða drottins, til að læknast, en líka til að upplifa hreinleika. Fyrir mörgum árum þegar ég þjónaði í barnafélaginu var ég að segja sögu einhvern sem nýlega hafði verið skírður. Ég benti á að þessi vinur geti verið eitt flekklausasti og hreinasti meðlimi kirkjunar. Á fremsta bekk skaust þá upp hendi og eldri drengur sagði, ég get verið alveg jafn hreinn á hann því ég hef skírst og meðtekið sakramentið. Ég svaraði vandræðalega, já, það var það sem ég meinti, sem að hann sagði. Vinir mínir, minnustu sannarlega og meðtökum þessa áhrifamiklu kenningu. Ef við höfum lagt okkur fram við að halda sáttmála okkar við Guð, komum aftur, greinum frá og iðrumst. Getum við dag hvern verið hreinsuð. Í gegnum helgi athafnssakramentisins getum við líka upplifað okkur jafn hrein og skírnardaginn. Hvað mig varðar þá það þannig sem hvíldardagurinn og orðin dagur hvíldar. Ekki bara fyrir líkamlega hvíld, heldur hvíldra sektarkennd og ótta frá vanmætti mínum og veikleikum. Að minnsta kosti bara í einn dag. Ein ljúfasta frásögnin í öllum ritningunum veitir okkur nasasjón af þessari hvíld. Í Mormónsbók þegar hinn uppreisni frelsari að vitja annarra sauða sinna í Ameríku og eftir að skynja þörf þeirra án þess að þeir spyrðu, býður hann öllum sem eru líkamlega brotnir, lamaðir, blindir, daufir eða þeim sem þjáðir voru á einhvern hátt að stíga fram. Ég ímynda mér þá sem fóru í röð sem höfðu augljóslega líkamlega þörf fyrir lækningu. En einnig í huga mínu sé ég fólk eins og mig og aðra sem ég elska í biðröðinni sem eru hrjáðir á þann hátt sem kann að vera ósýnilegt mannlegu auga. Hann bað þá sem þjáðir voru á einhvern hátt og hann læknaði þá hvern og einn. Gæti að því í þessu tilviki var ekki sagt að hann hefði grætt þau. Ég elska þá hugmynd að það sé munur á að lækna og græða. Að græða færir okkur yfirleitt til fyrri ástands heilbrigðis sem er það sem við þráum ekki satt. En að lækna annað. Að lækna fyrir í sér þetta gamla sár og breytir okkur hið innra. Jafnvel frelsari heimsins hélt eftir sárum handa sinna, fóta og síðu sem upprisin vera, sem staðfestingu þess að hann myndi aldrei gleyma okkur og að fyrir benjar hans eru við læknuð. Á þeim degi sem að frelsarinn læknaði þau hefur hann eftir við líka haldið á þeim, tekið hvert þeirra í kærleiksfaðm sinn. Í kvöld eru þið kannski niðurbrotin og eruð ekki vissum að þið munið upplifa lækningu hans. En er það satt? Sér hvert sunnudag, meðan á sakramentinu stendur, lyftir hann ykkur upp af ríkum veginum, setur ykkur í uppábrotin kubb sinn og vaggar ykkur í kærleiksfaðmi sínum. Á þessari helgu jólanótt miðlaði engill fagnaðar boðskap hinum miklu gleði tíðindum. Sá sem var mestur gerði sjálfan sig minnsta, hinn himneski hirði sem varð lambið. Nú konungurinn Kristur drottinn fæddist. Hann kallar oss í bróðurbæn til sín. Ég trúi því að engillinn hafi verið að segja, vinur ykkar, besti vinur ykkar og frelsari er kominn. Og ef þið vissu hversu náið hann hefur fylgst með ykkur, hversu mikið þið litu til hans þegar þið lifðu með honum áður, ef þið skildu hverju hann var að fara að fórna fyrir ykkur og hversu mikið hann mun ávallt vera fús til að gera til að hjálpa ykkur að snúa aftur heim, myndu þið flýta ykkur að fagna honum við jötuna. Ég ber vitni að barnið í jötunni, barnið sem við tilbýðum og hefðum jafnvel kjark til að ímynda okkur hvernig það hefði verið að halda því í fangi á sér, kom einnig til að gera það við okkur. Já, Kristur barnið fæddist ykkur. Í nafni Jesú Krist. Amen.
Í kvöld tala ég af gleði og undrun heilagt mikilvægi jólanna. Enginn atburður í sögu heimsins hefur haft meiri áhrif en fæðing og hlutverk Jesú frá Nasaret fyrir rúmum 2000 árum. Í heiminum í dag tíminn sjálfur mældur út frá þessum kraftaverka atburði. Fæðingu drottins okkar fagnað með mismunandi hætti heiminn, en ein jólahefð virðist vera söm allan heim. Sú hefð hófst trúlega með frásögn Mattheusar vitringana frá Austurlöndum, sem komu til að tilbiðja Jesú. Þegar þeir komu gáfu þeir dýrmætar gjafir. Í dag hefðin að gefa gjafir, jafnvel sífellt stærri hluti af hátíðarhöldum jólanna. Mín fyrsta minning jólagjöf var dásamlegu leikfangariffið sem skaut korktappa í bandi og upptrekkjanleg önd. Þetta var einskær gleði fyrir 4 ára gamalt barn. Öndin vaggaði í hring á gólfinu og átti sér aldrei viðreisnarvon. Ég miðaði byssinu minni spenntur úr 15 metra fjarlægð. En leikfangi brotnaði fljótlega og eins og með alla efnislega hluti var hamingjan sem það færði tímabundin og fljótlega gleymd. Í kvöld legg ég til 3 gjafir sem hvert okkar getur gefið á þessari jólahátíð og alla ævi sem munu ekki veita tímabundna hamingju heldur sanna og varanlega gleði. Fyrst það gjöf vitnisburðar. Þetta persónuleg gjöf og þegar hún gefin frjálslega og fölskvalaust sýnir hún dýpstu tjáningu sálar okkar. Hreinn vitnisburður Jesú Krist sem persónulegan frelsara okkar og lausnara dýrmætari en gull, reykelsi og myrra og miðpunktur alls þess sem við fögnum á jólunum. Þegar börnin okkar 6 voru ung ákváðum ég og Jackie eitt kvöldið að við myndum einfaldlega frekar deila vitnisburði með hvert öðru á föstudagskvöldi í stað þess að hafa lexíu. Eftir að ég deildi vitnisburði mínum sagði yndislega dóttir mín Chelsea, líklega 16 ára á þeim tíma, galopnum augum. Pabbi, ég hef aldrei heyrt vitnisburð þinn áður. Nokkuð brugðið, dáðist ég að viðbrögðum hennar. Á þessum tíma var ég nefnilega stikuforseti og vissi að Chelsea hafði ótalsinnum heyrt mig flytja vitnisburð minn á mörgum kirkjuviðburðum og á heimilinu. En á þessu augnabliki bæði heyrði hún og skynjaði vitnisburð minn eins og fyrsta skipti væri að ræða. Hún kenndi mér lexíu sem ég hef aldrei gleymt. Gjöf vitnisburðar dýrmætur og það máttugt að miðla honum oft. Önnur gjöf fyrirgefningar. Vissulega höfum við öll verið særð með óvingjarnlegum orðum og gjörðum annarra. Og séum við heiðarleg, höfum við líka sært aðra. Drottinn hefur sagt, ég drottinn mun fyrirgefa þeim sem ég vil fyrirgefa, en af yður krafist að þér fyrirgefið öllum mönnum. Síðan gengur hann skrefinu lengra og segir að þegar við fyrirgefum ekki öðrum, búi okkur hinn stærri synd. Þegar við fúslega og einlæglega fyrirgefum öðrum, verðum við frjáls af eitrandi áhrifum biturleika, dómhörku eða hefnigirni. Ég á kæran vin í Suður-Afríku sem heitir Sandy Makasi. Með leyfi, á deili ég persónulegri sögu hans fyrirgefningu. Þegar Sandy var rétt tæplega 2 ára, var faðir hans aðeins 28 ára gamall, pyntaður og drepinn af lögreglu á tíma aðskilnaðarstefnunar. Sandy fékk síðar að vita nákvæma lýsingu á hinu hryllilega morði á föður sínum og ég vitna nú í hans eigin orð. Á fyrstu æskuárum mínum fann ég fyrir biturleika og hatri vegna þess sem þau hefðu gert föður mínum. Hvernig gátu þau tekið hann frá mér? Ég var rændur föður og kennara og móðir mín var rænd elskandi og umhyggjusömum förunaut.
Þegar ég fekk að vita hver grimmilega hann var pyntaður, fylltist ég gríðarlegri reiði, hatri og óvildi hjartar og huga í garð lögregluþjónanna og hvíta fólksins. Ég hélt áfram að burðast með þessar tilfinningar þar til ég fann hið endurreista fagnaðarerindi Jesú Krists. Fagnaðarerindið hjálpaði mér að skilja að ég ætti að fyrirgefa lögregluþjónunum fyrir glæpi þeirra og að gleði mín og andleg framþróun væri háð því. Þetta var auðveldara að segja en að gera. En ég hélt ótrauður áfram með mörgum bænum og með tímanum hjálpaði Drottinn mér að fyrirgefa óvinum mínum. Í stað sárinda fann ég fyrir huggun. Í stað óvildar og haturs hafði ég elsku. Í stað myrkurs í hjarta og huga hafði ég ljós og frið. Þakka þér, Sandílei, fyrir fordæmi þitt að fyrirgefa gjöf fyrirgefningar. Þriðja er gjöf kristilegrar elsku. Af öllum andlegum gjöfum engin meiri en kærleikurinn. Jesús tjáði elsku sína til annarra opinskátt og kenndi okkur að elska hvert annar. Þegar við fylgjum fordæmi frelsarans með því að tjá elsku okkar til annarra með orðum og gjörðum, geta þau upplifað elsku Guðs gegnum okkur. Fyrir nokkrum árum hitti ég ungan mann, 23 ára að aldri, sem bjó í Washington, sem var frábært dæmi þetta. Trúboðarnir höfðu kennt honum í 3 mánuði og hann hafði upplifað ótrúlega breytingu á eigin ásýnd og lífsvenjum. Kvöld eitt ræddi hann við trúboðana í síma og áður en þeir lögðu á, sögðu þeir: "Við elskum þig, Michael." Hann setti niður síman og hugsaði með sér: "Vá, þetta nokkuð sem ég hef ekki tamið mér. Ég gæti jafnvel sagt þetta við aðra." Hann ákvað að telja í sig kjark til að segja móður sinni að hann elskaði hana. Hún bjó nokkra klukkutíma í burtu frá í öðrum hluta fylkisins og þegar hann hringdi í hana og sagði: "Ég elska þig, mamma", voru fyrstu viðbrögð hennar: "Hvað er að þér, drengur? Fórstu til læknis að féstu slæma fréttir? Ertu að fara aftur í fangelsi?" Hann sagði henni því frá fundi fagnaðarerindisins og hvernig það hafði breytt honum og hann hefði nú hætt reykingum og eiturlyfjaneyslu og hugðist láta skýrast. Ég held að þetta sé frábær lýsing á því sem gerist þegar fólk finnur elsku Guðs gegnum aðra. Það mikil hjörtu og vekur síðan þrá til að deila þessari kærleiksgjöf með öðrum. Í kvöld byrjum við á að tala dýrmætar gjafir með því að tilgreina gull, reykelsi og myrru. Ég kannaði málið og þið getið jafnvel keypt þessar gjafir á Amazon. En þið munið aldrei finna hinar gjafirnar sem við höfum rætt í neinni verslun. Þær eru gjafir án verðmiða og þær færa bæði gefanda og þiggjanda varanlega og sanna gleði. Þegar þið fagnið því þessum jólum, býði ég ykkur að deila vitnisburði ykkar með fjölskyldu ykkar og þeim sem þið elskið. Þegar þið deilið þessari dýrmætu gjöf mun vitnisburður ykkar styrkjast. Númer 2, að fyrirgefa einhverjum sem ykkur hefur brotið á ykkur eða sært ykkur. Með því að gefa þessa gjöf munið þið líka finna fyrir friði og lækningu. Og svo númer 3. Hjálpið öðrum að finna elsku Guðs gegnum ykkur. Ef það er viðeigandi, segið þeim þá að þið elskið þau. Þegar þið sjáið aðra eins og Guð sér þau, mun elska ykkar til þeirra aukast og þið munið einnig finna elsku Guðs í eigin lífi. Að lokum, ég óska ykkur nú öllum mikillar gleði á þessari jólahátíð. Og ég ber mitt vitni Jesú frá Nasaret. Hann lifir og er frelsari okkar, málsvari og vinur. Ég dái hann. Ég elska hann.
vegna gjafar hans til sérhvers okkar, keipta ómældu verði, getum við verið hæf til að fá æðstu gjöf allra, já, eilíft líf í návist okkar áskæra föður á himnum. Í nafni Jesú Krists. Amen. As we have entered the Christmas season, my Nú thoughts have þegar turned to jólahátíðin those hefst, who may be hefur away hugur from minn home. beinst til þeirra sem gætu verið að heiman, þar með talið að hinnum mikla fjölda trúboða sem My nú first þjóna. Christmas away from home, Fyrstu jólin mín að heiman voru í Englandi í desember 1960 I was þegar ég var trúboði og ég þjónaði í Swindon, Englandi. missionary work about Við hefðum opnað Swindon fyrir trúboðstarf 90 dögum áður. Við leigðum herbyggi fyrir sunnudagssamkomur. Við vorum blessuð með nokkrum trúskiptingum sem voru upp af On greinar. Christmas Eve, my companion, Elder Noel Aðfangadagskvöld Luke, ákváðu ég og félagi minn, Öldungur Noel Luke, að óska fólks gleðilegra jóla á heimilum þess á því svæði sem við þjónuðum og skilja eftir stuttan jólabóðskap og blessun. It was a beautiful night, Þetta var fallegt kvöld and the og clouds skýjaður himinninn of the sky had a gleypti bright moon shining hleypti túnsljósinu í gegn og skapaði himneska tilfinningu. Skyndilega var það okkur ljóst að allir í nágruninu hefðu stilt sjónvarpið á vinsælasta grínistan og söngvaran Harry Secombe. Hann söng hið yndislega lag Bless This House. Hann fylgdi hjartnæmt hinn helgu orð. Blessa fólki hér í húsi í að hreinta verði af synda ský. Blessa alla sem hvar sem
Ó, að hæf ó drottin dveljum hjá þér. His rendering brought tears to our Flytningur eyes. hans The song knúði fram coming from tár í almost augum every okkar. home. Lagið sem hljómaði nástum hverju heimili endurómaði upp til skýja og tilbaka aftur. Elder Luke and I had Öldungur this Lúk og ég overwhelming upplifðum yfirþyrmandi tilfinningu að við værum sannlega sendibóðar drottis okkar og frelsara Jesú Krist, reynandi að þjóna og blessa börn himnes föður. As a missionary, Sem I came to trúboði lærði ég að understand skilja að á that þessari we jörðu all erum við öll fjarri heimili okkar, all away himneskum from heimkinnum okkar. our heavenly home. The way Leiðin to til að fill njóta the hughreysingar þess heimilis er með þjónustu við frelsara okkar. In recent years, Undanfarin ár hefur kirkjan hvatt okkur til að leggja áherslu á ljósið sem frelsarinn veitir öllum heiminum, Savior provides einkum á all the þessum world, jólum. especially during this Christmas season. The church has a Kirkjan býr að hinnu magnificent light the world stórkostlega framtæki ljós fyrir heiminn til að beina hugsunum allra að frelsaranum. accompanied by an Því fylgir átak til að gefa nauðstöðum og veita kristilega þjónustu. Christ-like service. Last year, the Á church síðasta ári hóf organized kirkjan a framtækið ljós fyrir heiminn með því að nota risastóra rafræna skjái umhverfis Times Square í New York borg. Mary and I were present. Mari og ég voru viðstöð þegar hjartnæmi uppsetning á fæðingu frelsaran var sýnd á risastórum stafrænum auglýsingaskiltum. Billboards. Þetta var mikil andleg upplifun. This year, Á þessu ári hefur Times Square upplifunin verið endurtekin í mörgum borgum víða heim. while in New York City, Þegar ég var í New York borg meðan á viðburðinum ljós fyrir heiminn stóð, tók ég eftir þeirri viðleitni að hafa veglegar sviðsmyndir í gluggum stórverslana. Times that had a full-page article titled Holiday. Ég man eftir sunnudagsútgáfu New York Times sem hafði heilsíðu grein með fyrirsögninni hátíðargluggar koma aftur, kaupendur gera það líka. Greinin hafði það hefð þar sem glæsilega gluggaskreitingar skreyttu stórverslanaglugga á Fifth Avenue Street í New York borg þar sem ég gat ráðið af greininni og nýlegri heimsókninni þá voru engar jólasviðsmyndir eða kristbarnið í neinum gluggana. Þegar ég las greinina myndist ég þess að hafa séð í jólagluggum stórverslana í Salt Lake City að kristbarnið hafði verið sýnt. Ég myndist líka frásagnar af því tímabili verslunarmiðstöð í miðvesturíkjunum sem vildi leggja áherslu á jólaþemað bæði til að skapa jólatilfinningu og laða að kaupendur. Track shoppers. Þau settu upp stóran borða sem ástóð ef Kristur kæmi í kvöld, til hverra kæmi hann þá? Það voru nokkrar sviðsmyndir sýndar í verslunargluggunum undir skiltinu. If I remember Ef the ég man scenes rétt eftir correctly, sviðsmyndunum, one was of an ein var af eldri konu í rúmi sem hjúkrunarfræðingur annaðist. Hún virtist vera mjög veik. the second was Önnur var á ungri móður með nýfætt barn. joy. Gleðin geislaði á andliti hennar. A third Þriðja sviðsmyndin sýndi fjölskyldu með grátandi börn. Ljóst var að ekki var til nægilega mikið að borða og jólagjafir voru fáar ef nokkrar. presents. A fourth Fjórða sviðsmyndin sýndi augljóslega auðuga fjölskyldu taka utan af fjölda gjafa. the fifth Og fimmta sviðsmyndin var ljúf, family. en þar var auðmjúk fjölskylda með mörg börn að syngja glaðlega saman. As I contemplate the Þegar ég hugsaði um sviðsmyndirnar 5 og borðan, ef Kristur kæmi í kvöld, til hverra kæmi hann þá, kemur tvennt upp í huga minn. Í fyrsta lagi, first we know that vitum við að þegar frelsarinn kemur í annað sinn, munum við hvorki vita daginn ég stundina. second when Jesus Í öðru lagi, þegar Jesús Kristur kemur eins og Russell M. Nelson forseti kendi á nýlegri aldarráðstefnu, mun hann snúa aftur til jarðarinnar sem Messias 1000 ára ríkisins. Til að vera viðbúinn, brýnir Nelson forseti fyrir okkur að endurhelga Jesú Kristi líf okkar. Á borðunum hefði því verið réttara að segja, properly have ef Kristur kæmi í kvöld, tonight. hver væri þá viðbúinn að taka á móti honum? As I have Þegar ég hef skoðað sviðsmyndir gluggana aftur, þá verður mér ljóst að allt sem þær segja varðar líkamlegt og fjárhagslegt ástand fólksins, en ekkert hvað varðar andlegt ástand þess. the window Gluggasviðsmyndirnar sýndust einstaklingar sem voru aldnir og veikir sem og heilbrigðir og nýfættir. they were also the Þar voru líka bæði ríkir og fátækir, en aldur, heilsa og fjárhagsstaða segja okkur ekki hvað er raunverulega mikilvægt, sem er ástand, anda þeirra. of spirits. In the Doctrine and Í Covenants kenningu og we read sáttmálum about lesum við Paul skilyrðin til skírnar í kirkju Krists. into Christ's church. Viðmiðin eru fyrst og fremst byggð á því að við höfum sundugrammi hjarta og sáriðan aðrandi anda og að þau þjóni Jesú Kristi allt til enda. Serving Jesus Christ to the end.
Markmiðið er að vera trúfastir lærisveinar Jesú Krist og þróast á sáttmálsveginum sem býr okkur undir þessar blessanir friðþægingar hans. Kristur er fyrirmynd í öllu. Hann sagði, sjá ég er ljósið, ég hef sýnt þér fordæmi. Þegar við lítum á ástand anda okkar, þá væri okkur hollt að skoða hið fullkomna fordæmi hans. Frelsarinn sýndi okkur leiðina til að finna hamingju, tilgang og gleði í þessu lífi og eilífðinni. Hamingja og gleði einkenna anda jólana. Í Jóhannesi 19:5 lesum við að Pílatus hafði fært Jesú fram fyrir þau sem vildu krossfesta hann. Hann var með þyrnikórónuna og í purpura kápunni. Pílatus segir við þau, sjáið manninn. Á þessar jólahátíð skulum við stuttlega virða fyrir okkur manninn sem er Kristur og þær gjafir sem hann hefur séð okkur fyrir. Í fyrsta lagi skulum við íhuga undursamlega fæðingu hans. Við vitum að þetta dýrmæta barn sem við fögnum á þessari jólahátíð var hinn eingetni sonur föðurins. Hann erfði kraft eilífs lífs frá föður sínum, kraftin til að lifa. Hann erfði frá jarðneskur móður sinni kraftin til að deyja. Hann var frá upphafi valinn fyrir heilagt hlutverk sitt. Matteus 1:23 segir, sjá mærin mun þungu verða og son ala. Nafn hans mun verða Immanuel, það þýðir Guð er með oss. Í öðru lagi, hugleiðið þið fullkomna og syndlausa líf hans og fordæmi. Þrátt fyrir að hafa þolað allskyns sársauka og þrengingar og freistingar, þá uppfyllti hann ætlunarverk sitt farsælega. Hann var fyrirmynd okkar og lagði veginn sem okkur ber að fylgja. Hann helgaði líf sitt innum fátæku, þurfandi, sjúku og aðþrengdu og fullkomnaði farsælega hina eilífu áætlun sem hann einn var færum að uppfylla. Í þriðja lagi hugleiðið dauða hans, uppreisn og friðþægingu. Hvað friðþægingur hann varðar segir boðafagnaðarerindi mitt einfaldlega. Friðþæging frelsarans fól í sér þjáningar hans í Getsemanni garðinum, þjáningar hans og dauða á krossinum og uppreisn hans sem þjáðist. Hann þjáðist svo að við fáum ekki skilið það, svo mikið að hann blæddi úr hverri svita hólu. Í kenningu og sáttmálum 76:41 lesum við að hann kom í heiminn sjálfur Jesús til að verða krossfestur fyrir heiminn og til að bera syndir heimsins og til að helga heiminn og hreinsa hann af öllu óréttlæti. Friðþæging Jesú Krist er stórkostlegasti atburður og gjöf sem nokkru sinni hefur átt sér stað í sögu mannkins. Öll höfum við syndgað og það er einungis með friðþægingu Jesú Krist sem við fáum notið náðar og lifað með Guði. Í fjórða lagi búum okkur undir síðari komuna hans. Í Gamla testamentinu kenndi Jobb, hann mun síðastur ganga fram á foldu. Eins og Rosselem Nesron forseti kendi svo dásamlega, Kristur mun stjórna málefnum kirkjunnar bæði frá gömlu Jerúsalem og nýju Jerúsalem. Nú er okkar tími til að búa okkur undir þennan atburð. Ritningarnar segja, búið yður undir hinn mikla dag drottins. Síðasta leiðsögn mín er að elska og þjóna drottni. Þegar við íhugum andlegt ástand okkar og undirbúning til að taka á móti frelsararnum, ættum við í fyrsta lagi að elska drottinn Guð af öllu hjarta, allri sálu og öllum huga. Í öðru lagi að elska náunga okkar eins og sjálf okkur. Elska okkar til Guðs og samferðafólks okkar er mesta prófurinn á ástand anda okkar. Þegar við elskum Guð munum við halda boðorðin hans. Og ef við elskum samferðafólk okkar munum við þjóna því og í raun verða hendur frelsarans. Í kenningu og sáttmála nota frelsarinn þessi orð. Já, ég mun opna hjörtu fólksins og ég mun stofna kirkju með hendi minni. Mikilvægasta leiðin til að sýna frelsaranum þakklæti á þessum jólum er að vera þjónn hans og í raun verða hendur hans hér á jörðu. Á þessum fallega tíma er við fögnum fæðingu drottins okkar og frelsara Jesú Krist ber ég vitni að hann lifir. Hann er fyrirmynd okkar, málsvari okkar hjá föðurnum og hann kom öllu til leiðar til að við fáum snúið aftur í návist föðurins og sonarins.
Það væri því vitulegt af okkur að fylgja Jesú Kristi og hljóta þær gjafir sem hann hefur séð okkur fyrir. Megið þið eiga dýrleg jól sem hafa Jesú Krist að þungamiðju. Í nafni Jesú Krists. Amen. Við þökkum The Tabernacle Choir og Orchestra Temple Square fyrir hinni dásamlega tónlist. Við þökkum líka þeim sem hafa talað til okkar og þökkum öllum sem á einhvern hátt hafa aðstoðað við að gera þessar jólasamkomu mögulega. Megum við í aðdraganda þessara yndislega jólahátíðar kappkosta sýna þeim sem umhverfis eru aukna elsku og góðvild. Megum við kappkosta að þjóna betur og fylgja hinu fullkomna fordæmi drottins okkar og frelsara Jesú Krists. Kórinn mun nú syngja Hann enga á vöggu. Loka ræðumaður í kvöld Dallin H. Oaks forseti, fyrsti ráðgjafi í æðsta forsætisráðinu. Að ræðu hans lokinni mun kórinn ljúka þessum hluta með því að syngja Heims ból. Söfnurinn mun taka undir með kórnum í 3. versi eins og leiðbeint verður. Lokabæn flytur síðan bróðir Gabriel Reed sem þjónar sem annar ráðgjafi í aðalforsætisráði Sundaskólans.
My dear brothers and sisters, Kæru bræður og systur, við höfum verið ríkulega blessuð með dásamlegum boðskap systur Rúnía, Öldungs Palmer og Öldungs Cooks. Elder Cook, I feel Það eru mín forréttindi að fá að kenna það sem þau hafa þegar útskýrt. Christmas is a wonderful Jólin eru yndislegur árstími. as we Þegar við minnumst fæðingar frelsara okkar hjarta okkar stillt inn á það sem mikilvægast í lífi okkar. in our lives. Jólin Christmas makes us gera okkur meðvitaðri og þakklátari fyrir þær fórnir sem hafa verið færðar í okkar þágu. Christmas reminds Jólin minna okkur á að hugsa hvert annað. we appreciate Við our kunnum family. betur að meta fjölskyldur okkar. We renew Við endurnýjum sambönd við gamla vini. Við rísum ofar þeim hindrunum sem aðskilja okkur á öðrum árstímum. the year. Ókunnugir skiptast á kveðjum án þess að verða sér til skammar. Kindliness and consideration Góðvild og tillitssemi koma aftur. Andi jólanna kallar það besta fram í okkur. in us. The warmth Hlýja og ljós jólanna er ljós Krists. as we read Eins og við lesum í nútíma ritningum, the Savior þá er frelsarinn hið sanna ljós sem lýsir hverju manni sem í heiminn kemur. to the world. Allir sem fagna fæðingu Krist, All who have what allir sem we hafa call það sem við köllum the anda spirit of jólanna, Christmas eiga hluti have a portion í því of ljósi. that light. Over a Meira billion en people milljarður will manna celebrate the birth fagnar of fæðingu Jesus Jesú Christ Krists á during this þessari Christmas season. jólatíð. The whole world should Allur be heimurinn so. ætti að gera það. Even in Og worldly jafnvel að terms, veraldlegum Jesus of skilningi Nazareth Jesús is Kristur the most frá important Nasaret person who ever mikilvægasta lived. personan sem lifað hefur. He is the principal Hann subject hefur of verið prophets megin and viðfangsefni poets spámanna og for over skálda í meira en 6,000 years. 6.000 ára. He is the Hann er subject of the viðfangsefni world's merkustu greatest tónlistar music og and listar art. heimsins. He is the greatest Hann var teacher mesti who ever kennarinn sem lived. lifað hefur. Most important, Mikilvægast er þó að he hann is er the hinn only eingetni begotten sonur Son of Guðs, God, hins the eilífa eternal föður. Father. He is the Hann God er sá to Guð whom sem every knee shall hvert bow kné skal and beygja every sig tongue fyrir og hver confess tunga játa that he is að our hann er creator and skapari okkar og redeemer, the lausnari, Savior frelsari and og Guð God þessa of this heims. world. Peace, goodwill toward Friður og man is velvild the meðal message of manna er Christmas. boðskapur jólanna. It is the Hann er dominant theme ríkjandi of the þema poets þeirra and skálda musicians og who've given us tónlistarmanna the sem hafa glorious gefið music okkur of eina Christmas. dýrlegu We love the jólatónlist. carols that echo this theme. Við skulum, Far, við far away elskum on jólasöngvana Judea's sem plains, endurróma þetta þema. Shepherds of old heard the joyous Betlehemsvöllunum strains. var að Glory ná, to God, voldugis glory to God, söngurinn langt glory hér to frá. God in the highest, Guð sé dýr, Guð sé peace dýr, on earth, Guð sé dýr á goodwill hugum to hátt, men, frið og jörð Peace hér on flytjum earth, vér farsæl, goodwill to men. öllum mönnum ber. Such words sung countless times Þessi in orð our sem sungin holiday voru activities ótalsinnum á remind hátíðisviðburðum us okkar, that there is nothing new in the minna á að celebration ekkert and nýtt songs felst of í Christmas. jólahaldi The og message is jólasöngum. old and familiar. Boðskapurinn er forn og It was kunnugur, preached to hann var Adam. boðaður Adam, It was preached hann to var the boðaður children of Israel. Ísraelsmönnum, It hann was var preached to boðaður the niðjum descendants föður of Father Levíus. Lehi. Again and Endurtekið again, lýstu the spámenn prophets yfir declared megin the sannleika central friðþægingar truths Jesú Krist. of the atonement of Endurtekið Jesus Christ. lýstu þeir yfir Again and boði again, hans they declared um his að við ættum plan að elska hann og that þjóna we should honum. love and serve Og him elska and og þjóna love and hvert serve one öðru. another. And he added, Og hann sagði If ye ennfremur, love me, ef þér keep elskið my mig, munið þér commandments. halda boður mín. repeated throughout the Endurteknar í ages, these gegnum aldirnar eru declarations þessar are the most yfirlýsingar important mikilvægasti message in all boðskapur allrar eternity. eilíðar. They are for Þær us, eru fyrir for our okkur, benefit. okkur til farsældar. The most important Það things er in life það are mikilvægasta í repetitious. lífinu We er never tire of endurtekið. hearing the Við sacred þreytumst name aldrei á of our að heyra Savior. hið heilaga nafn We frelsara never okkar. tire Við of the þreytumst aldrei á companionship of samfélagi við loved ástinni. ones. We Við never þreytumst tire of aldrei á að hearing, heyra, I love you. ég elska þig. So it is that Þannig the er það repetitious að hinn message endurtekni of Christmas boðskapur jólanna er ekki is not a boðskapur sem message þarf að to be endurskoða, revised, þetta er but a boðskapur sem við message to þurfum að be endurnýja í lífi renewed in okkar. our lives. Allt frá bernsku From the time of our höfum við childhood, öll each of vitað us að has jólin eru known tími that gjafa meðal Christmas is a fjölskyldu time og of vina. gift-giving among Þau eru families tími and friends. sérstakrar It is a góðvildar time of gagnvart special þeim sem við kindness to elskum. those we love. Andi But the jóla spirit of gjafa Christmas mildi giving should extend ætti þó að beyond ná our út fyrir circle fjölskyldu okkar of og vini. family and friends. Í dag Today, eiga many mörg of our ungmenni youth have memorable mörg experiences ungmenni okkar as quorums eftirminnilegar and upplifanir classes and other er church sveitur og groups námsbekkir og visit aðrir kirkjuhópar and take gifts heimsækja to og those fara who með need gjafir to til be þeirra sem remembered at minnst Christmas.
hafa in jólin. hospitals and nursing Á homes, sjúkrahúsum og shut-ins, and a variety of hjúkrunarheimilum sem others. eru innilokaðir og On margra annara. countless Christmas Á Eves, ótal good men and aðfangadagskvöldum women, hafa góðir learning karlar of og the konur plight sem of heyra poor grieving bágar parents have aðstæður come forward with fátækra toys syrgjandi and food foreldra and komið sweets fram með leikföng, so mat that og wide-eyed, sælgæti trusting svo children að will gleið, feel heið the og joy of auðtrúa being börn remembered geti fundið on gleði í Christmas því morning. að þeirra sé minnst á Thousands of jóladagsmorgun. great men and women Þúsundir unite mikilhæfra their karla og efforts in kvenna Christmas sameinast í charities jólagóðgerð relieve við the að hungry, líkna clothe the hungruðum, ragged, klæða house tötralega, the homeless, hýsa heimilislausa, visit the sick and vitja forgotten, sjúkrár and give joy to og children. gleymdra og veita God bless börnum these gleði. helping Guð hands. blessi þessar We hjálpandi should all hendur. support them. Við ættum öll að styðja þau. Those who serve Þeir sem lovingly þjóna af and ástúð og unselfishly óeigingirni are eru true sannir servants friðar, of the Prince of sannir þjónar Peace. friðarhöfðingjans. What is the meaning of Hver peace on merking earth, orðanna goodwill frið toward á men? jörð, hér flytjum Love ég, thy neighbor farsæld as öllum mönnum ber. thyself, the Savior first taught. Elska skattu He náungar even eins og taught sjálfan that sig we should kendi love our frelsanum enemies, fyrst. Hann kendi bless jafnvel að them við that eigum að curse elska us, do good óvini to okkar them og that blessa hate þá sem us, bölva okkar. and pray for them who Gera þeim gott sem despitefully hata use okkur us og and biðja til þeim persecute sem us. misnota okkur og ofsækja. As we work for the goal Þegar expressed við in vinnum að því those markmiði teachings, sem tilgreindir í þessum Christmas should be a kenningum time ætti for jólin að vera forgiving, tími fyrirgefningar, a tími time til to að græða heal gömul old sár wounds og and laga restore sambönd relationships sem that hafa have gone farið awry. úrskeiðis. Quote, Wherefore I Fyrir say unto því you, segi ég that yður, ye ought að to þér eigið að forgive one fyrirgefa hver another. öðrum, því að For sá he sem that ekki forgiveth fyrirgefur not his bróður sínum brother his misgerðir hans, trespasses stendur dæmdur standeth frammi fyrir condemned drottni, before the því að í Lord. honum býr hinn For there stærri synd. remaineth in him the greater sin. I, the Ég, Lord, drottinn, will mun forgive fyrirgefa þeim whom sem I ég will vil fyrirgefa, forgive, en af yður er but of you krafist að ég it is fyrirgefi required to öllum mönnum. forgive all men. So Jólin Christmas eru is því a tími time til to að gera extend meira en ourselves beyond our venja normal er til ties að of elska á love and sína friendship. vináttu. Peace, Fríður goodwill og toward farsæld men öllum mönnum ber is not er just ekki a einungis message boðskapur til þeirra sem for við þegar those for elskum whom og we byrjum already mikið have fyrir, feelings of love and svo sem affection, þann such samfellna as kirkju fellow okkar citizens of eða our þjóðar, church or nation, íbúar residents of heimabæjar our okkar eða hometown, nágrennis eða or fólk neighborhood, or sameiginlegar people of menningar. common culture. Herskarar heavenly himna hosts lýstu yfir farsæld proclaim öllum goodwill mönnum to ber, all men, to casual friends, to kunningjum, strangers, ókunnugum even og to jafnvel enemies. óvinum. Christmas is a Jólin eru time tími to til að hafa remember that hugfast we að við are erum all öll börn children föður of a okkar á Father in himnum, heaven, sem gaf who gave his engillinn only son sinn begotten Son til that að all allir yrðu would be endurreistir redeemed frá from dauða. death. Our Faðir Father okkar á in himnum heaven hefur has líka also boðið offered the öllum mannkyni blessings of blessanir, salvation sálu, hjálpar og and upplafningar exaltation með to sömu all skilyrðum. mankind on the same conditions, Trú faith á in the drottinn Lord Jesú Jesus Krist, Christ, iðrun, repentance, skýrð baptism, og hlýðni and við lögmál compliance with og the laws and helgiathafnir ordinances fagnaðar of the erindisins. gospel. The spirit of Christmas Andi jólanna hvetur encourages okkur til us að nota to þennan use this tíma til að season stíga ofar to step hindrunum og across auka skilning barriers og and kærleika promote meðal fólks understanding af and öllum love kynþáttum, with people of trúarbrögðum og all þjóðerni. races, creeds, and national origins. Hvort sem Whether síðar dagar Latter-day heilaðir Saints are eru í in the meiri hluta majority, eins og as við we are in erum í Utah, Utah, or in the eða í minni minority, hluta eins as og we við erum are allstaðar annar everywhere staðar, else, ættum við að ná we should reach out til to allra all the svona og sons dætra and daughters Guðs. of God. Við ættum We að should rétta extend the einlæga sincere hand vinarhönd of til fellowship allra to manna, all persons, þeirra sem eru those who og eru are and those ekki who are not okkar of our trúar. faith. We Við should ættum að observe virða the command fyrirmælin sem God Guð has fól the prophet spámanninum Moses Móse give að to the færa children of Israel. Ísraelsmönnum. If a stranger Þegar sojourn with aðkomumaður thee in dvelur your hjá land, ykkur skuli Ye þið shall ekki not sína vex him. ójöfnuð. Aðkomumaður but the sem dvelur stranger hjá that ykkur dwelleth skal with njóta you shall sama be unto réttar you as og one innborinn born maður. among you, Þú and skalt thou shalt love elska hann him eins as og sjálfan þig. thyself. Við We ættum að should teach kenna our börnum children okkar að vera to be kind vingjarnleg and og tillitsam við considerate of alla. everyone. I'm Ég var alltaf saddened whenever I sorgmætur þegar ég hear heyri foreldra sem of ekki eru síðar daga heilægir í non-Latter-day þessu Saint samfélagi parents in this verða community sorgmæta því að þeir sorrowing trúa að because sínir they þeirra og believe that dætur their sons and hafa verið daughters útilokuð eða have been útskúið af excluded börnum eða or unglingum sem eru ostracized meðlimir. by our member children or youth. I Ég hope vona að such slík tilvík séu sjaldgæf instances are og þeim fari rare fækkandi. and diminishing. We Við ought to be ættum að the vera friendliest, vingjarnlegust most og considerate of tillitssömust all allra manna, peoples, hvar anywhere. sem er. We should, of course, Við ættum shun the auðvitað að
að forðast hverskyns félagsskap sem stafnar hegðun okkar í voða eða veikir trú okkar og tilbeiðslu.
But En that slík kind of aðgreining afsakar exclusiveness does not okkur excuse ekki us frá from tillitssemi við consideration aðra. of others. Hún Nor ætti should it heldur seal ekki us að fæla off okkur from frá those þeim numerous fjölmörgu samtökum associations sem bjóða that samvinnu involve á cooperative breiðu efforts sviði on the broad sameiginlegra field of hagsmuna common sem ná til interests allra. that includes all people. Andinn sem The við ættum spirit að with which meðtaka we með should boðskapinn receive the message frið og of farsæld peace, öllum önnum goodwill hver toward men er andi þess is að the gefa spirit af of okkur giving sjálfum í ourselves þjónustu við in aðra. service to others. Just as Á sama Christmas hátt að celebrates jólin the birth fagna of him fæðingu who gave hans his life sem lagði for líf all sitt í of us, sölurnar fyrir okkur öll, so each of ætti us should hvert og use eitt okkar að Christmas as a nota time for jóla- improving the ways nota we give jólin to sem our tíma fellow til men. að bæta okkur í gjafmildi As we okkar do til so, samferðafólks as okkar. the giving Þegar við spirit gerum of það, Christmas þegar hinn permeates our gjafmildi thoughts andi and jólanna our fyllir actions, hugsanir okkar á verk, we will each be mun hvert making okkar our own leggja contribution to okkar the að mörgum til eternal hins goal eilífa markmiðs, of peace frið á on jörð, earth, goodwill öllum toward önnum men. ber. It is time for Þetta us er all to tíminn do fyrir so, okkur for öll every að day gera we are það. one day Í closer dag to hvern the coming of the erum við Lord. einum degi nær As komu President drottins. Russell M. Nelson Eins og Russell taught M. us Nelson forseti last kendi á síðustu October október conference, ber quote, ráðstefnu. "The best is Hið yet to besta come er enn í because the vændum, Lord því is drottin er hastening að his hraða work. verki sínu. The Það best is besta er yet enn í to come vændum as we er við fully snúum turn our hjörtum hearts and okkar our og lífi lives algjörlega to Jesú Jesus Kristi. Christ." End of quote. En lifandi Kristur, I now quote from the vitnisburður living Christ, postulana, the segir: testimony of the apostles. It states, Við quote, minnumst nú fæðingar "As we Jesú commemorate the Krists birth of fyrir Jesus 2000 Christ árum 2 og millennia gefum ago, vitnisburð okkar we raunveruleika offer our hans, testimony of the óviðjafnanlegt reality líf og of his algjöra matchless friðstæðingu. life Engin and the annar infinite hefur haft virtue svo of his djúpstæð great áhrif á atoning alla sem sacrifice. lifað hafa og No lifað other munu á has had jörðinni. so profound an influence upon all who have lived and will yet live upon the earth. Continuing the quote, we solemnly testify Áfram, that við his berum life, hátilega which vitni is að central to tilvera all hans sem er human history, þungamiðja mangi sögunar neither hafi began hvorki in hafist í Bethlehem nor Betlehem concluded né on henni Calvary. lokið á Golgata. He was the Hann firstborn er of the frumburður Father, föðurins, hinn the only eingetni begotten sonur í Son in the holdinu, flesh, lausnari the heimsins. Redeemer of the world. We declare Við in lýsum því words of hátilega solemnity yfir that að his prestami hans og priesthood kirkja hafa and verið his endurreist á church have been jörðinni, restored upon the earth, sem hefur að built grundvelli upon the foundation postulana of og spámennina apostles en í and Krist prophets, Jésu sjálfan Jesus Christ sem being að the chief hyrningasteini. cornerstone. Continuing the quote, Og we áfram, testify that við he berum will vitni sometime að hann muni return dag to the eitt earth, snúa til and the jarðarinnar á glory ný, of the Lord þá shall mun be dýrð revealed, drottins and birtast og all allt flesh hold mun sjá shall það. see it together. Hann mun ráða og ríkja He will sem rule as King konungur of kings, konungana og reign drottin as Lord of drottnanna lords. og hvert Every né knee shall mun bend, beygja and sig every og tongue hver shall tunga speak in mæla í worship lofgjörð before him. frammi fyrir honum. We bear testimony Við berum as vitni his sem duly réttilega vígðir ordained postular apostles hans that að Jesus Jesús is er the hinn living lifandi Christ, Kristur, the hinn immortal Son ódauðlegi of God. sonur He is the Guðs. great King Emmanuel who Hann er stands mikli today on the konungur right hand Immanuel of the sem nú Father. er föðurnum til hægri handar. Hann er I ljós, quote again, líf he og is von the light, heimsins. the Og life, áfram, and the hope of the vegur world. hans er leiðin til His hamingju way í þessu lífi is og the path that leads eilífslífs to í happiness in komandi this heimi. life and eternal life in the world to come. God be thanked for Guði the séu matchless þakkir gift fyrir of óviðjafnanlega his divine gjöf Son. sonar hans. In the name of Jesus Nafni Christ. Jesú Krist. Amen. Amen. Silence.
Our Father in heaven, Faðir okkar á himnum, we love thee and we love thy elskum Son. þig og elskum Our hearts are son þinn. full as we Hjörtu okkar eru full við lok þessara fallegu samkomu. We're grateful for the Við beautiful erum music. þakklátt fyrir hina We're grateful fallegu for the messages tónlist. that were shared. Við erum þakklátt fyrir þann boðskap sem miðlað var og þeim sem við heyrðum og fundum fyrir með We again andanum. give thee thanks for the Við gift of þakkum thy þér Son. aftur fyrir að hafa gefið okkur son We are þinn. grateful for his Við erum perfect example þakklátt of fyrir giving. fullkomið fordæmi hans And we að are gefa so grateful for og erum svo þakklátt fyrir a lifandi living spámann. prophet, even President Russell M. Jafnvel Nelson. Russell M. Nelson We forseta. pray for him Við byggjum as he fyrir continues honum to give of en hann his heldur life, áfram að gefa af lífi as well as sínu his counselors sem as og they continue ráðgjafa to hans serve þeir þjóna þér áfram. We pray that we will do the same. Við byggjum að við megum That gera we slíkt may við sama. be thy Við megum hands vera hendur and thy þínar feet og fætur and hold up thy og halda upp ljósið þínu for those in fyrir need þá sem during this nauðstaddir Christmas eru time and all. þessu jól og alltaf. We love thee so Við very elskum much, þig svo heitt and we og offer bjóðum þér fram our whole souls unto thee. sálir okkar óskiptar og byggjum alls þess í nafni Jesú Krists. Amen.